Heiður og sælir árið góðir, þá hef ég við leikinn í Landsbankadeildinni í knattspyrnu en 8. umferðin hófst á Laugardalsvelli í gærkvöldi þegar að Valur og Keflavík áttust við. En það voru 4 leikir á dagskrá í kvöld, 4 hörkuleikir og óvænt úrslit í leikjum kvöldsins heldur betur. En við ætlum að hefja leikinn í Kópavogi þar sem Breiðablik og Fylkir áttust við. Arnar Björnsson tekur nú við. Já, takk fyrir það Guðjón. Fylkir var í öðru sæti með 12 stig en Breiðablik í 8. sæti með 7 stig. Bjarni Jóhannsson þjálfari hefur þjálfað bæði þess lið. Hér er Kristján Kristjánsson sem var sendið boltann inn og Eyjól Héðinsson og hann sendir boltann fyrir og þetta er skot. Hér er reyndar Eyjól sem á þetta skot en boltinn framhjá. Eyjól Héðinsson í færi og þá bruna Fylkismenn af stað í sókn og Kristján Kristjánsson sendir boltann inn og teg og dauðafæri en vel gert hjá Hjörvari Hafliðasyni. Hann náði þetta að verja meistaralega. Og enn eru það Fylkismenn sem að sækja. Hér kemur Eyjólfur Héðinsson og Kristján Kristjánsson með boltann fyrir fram hjá varnarmanni og nær að skjóta og skora. 1-0 er staðan þegar að 15 mínútur eru búnar. Þetta mark gerir Kristján Kristjánsson vel, kemur yfir, nær að snúa af sér varnarmann, skot, Hjörvar nær ekki að verja og boltinn fer í netið. 1-0 fyrir Fylki. Árni Kristinn kastar í boltanum inn og Steinþór Freyr og síðan kemur skot. Frábær tilraun hér, Nenad Stefanovic með þetta skot. Þetta er fallega sókn Blika. Marel Baldvinsson er hér með boltan og Marel heldur áfram. Glæsilega gert hjá Marel Baldvinssoni. Hann er með frábæran sprett, hristir að sér varnarmann, sendir boltan út, sendingin inn á teginn og hér kemur Nenad Stefanovic og hann skorar. Staða orðin 1-1, frábærlega gert hjá Marel Baldvinssyni og sýnist að vera Steinþór Freyr sem á sendinguna hann inn á hann og staðan er orðin 1-1 eftir 27 mínúta leik. Hörkuleikur og fyrri hálfleikurinn bráðfjörugur og hér er það Stefanovic aftur og hann sendir boltan hér og Steinþór Freyr með skot en þetta mátti engu muna. Aðeins mínútu eftir að þeirra og skora er Steinþór Freyr þessi skemmtilegi leikmaður með boltan og hann skýtur framhjá. Hér er það Blikar, þetta gerir Marel Baldvinsson vel. Nei, reyndar kemur Marel Baldvinsson hér og skorar eftir að það er Magnús Páll Gunnarsson sem þarna er í baráttunni og Magnúsinn hér með boltan Marel nær knettinum og hann skorar á 31. mínútu og staðan er orðin 2 mörk gegn 1. Marel Baldvinsson að skora enn eitt mark í Landsbankadeildinni. En þá sækja Fylkismenn ekki löngu síðar og hér kemur sendingin inn á teginn. Þetta er vel gert og hér kemur skot og boltinn í stöngina og Blikar í nauðvörn og bjarga. Þetta mátti ekki miklu muna og þetta sá við Kára Ársælsson verjast þessu. Og hér er atgangurinn á tegnum og dómarinn Jóhannes Valgeirsson dæmir vítaspyrnu. Já, hrinding hér, sjáum að Fylkismaðurinn flýgur hér býsna langt og Sævar Þór Gíslason býst undir að taka vítaspyrnuna og hann jafnar með til 2 mörk gegn 2, sannarlega líflegur leikur í Kópavoginum. 10 mínútur eftir að hálfleiknum hér eru á síðustu mínútu hálfleiksins. Hér sparkar Hjörvar langt fram Marel á sendinguna og Steinþór Freyr og síðan kemur skot frá Kristjáni Óla Sigurðssyni og boltinn fór í stöngina. Staðan í hálfleik 2-2. Seinni hálfleikurinn var ekki eins fjörugur. Hér er það Fylkismenn sem að sækja í byrjun hálfleiksins. Löng sending fram og þetta er Eyjólfur Héðinsson, hann með skot að löngu færi og boltinn í þverslana. Hörkuskot og Hjörvar Hafliðason er að verja boltann í slana. Og hér aukaspyrna, Petter Gravesen, boltinn inn á teg og Hjörvar nær að verja. Þá er það normaðurinn Stíg Krón Hóland og hann með aukaspyrnu og boltinn rétt fram hjá markinu eftir að þarna náði markur Fylkis að verja boltann í hóp og þá er það Fylkismenn sem að sækja, Blikar að sækja, 5 mínútur eftir að leiknum. Og hér er það Petter Podsemski, Kári Ársælsson sendir boltann inn á teginn og þetta er Marel Baldvinsson og hann skorar með skalla. Glæsilega gert hjá Marel, frábær sending fyrir markið og staðan er orðin 3 mörk gegn 2. Mögnuð sending fyrir markið á Kári Ársælsson sem á sendinguna á Marel skorar með skalla. Kári komin í lið Breiðabliks, Oliver Risser, samningi hans var sagt upp og úrslitin í þessum leik nánast ráðinn. Hér er það Fylkismenn 3 mínútur eftir og er reyndar Marel með skot en þeir ná að verja og úrslitin í þessum leik 2 mörk gegn 2. Hér er Fylkissóknin og boltinn inn á teg. Sendingi fyrir og Páll Einarsson á skallan en hann skalla framhjá. Breiðablik vinnur með 3 mörkum gegn 2 og Blikarnir eru því konur með 10 stig, eru nú 2 stigum eftir Fylki. Þetta var kærkomið og nú unnum við 3-2. Búin að horfa eftir mörgum stigunum í
í stöðunni 2-2 og 1-1 og svo framvegis. Þannig að þetta var gott við sálina, ekki spurning. En þetta var nú einhver fjörugasti fyrri hálfleikur sem að sögur fara af í þessari deild. Já, það er alltaf 4 í leikjunum okkar og ef fólk vil koma og leikja þessum skorum mörk, þá koma þær á leikinu á Breiðablik. Það eru bara skoru langmest mörki þar og við erum með libra sóknarleik og svona erum að kitta í varnarleikin, þannig að þetta færði okkur 3 stig í dag og ég er bara mjög ánægður með það. Þið fáið okkur víti þarna í fyrri hálfleik sem að Sævar Gísla skorar úr. Hvað gerðist eiginlega þar? Var þetta víti? Ég bara veit það ekki. Ég bara sá þetta ekki. Þetta komið svo þruma úr heiskiru en við náðum að vinna okkur upp á því og heilt yfir var þetta bara fínn leikur hjá okkur. Sanngjarn sigur? Já, ég meina við erum búin að tapa svo ósanngjarnt svo mörgum sinnum að mér er alveg sama hvort þessi sigur var sanngjarn eða ekki. Ég er bara ánægður með þessi 3 stig. Já, Bjarni Jóhannsson ánægður þarna, en það er athyglisvert að Breiðablik er búið að skora 16 mörk í deildinni. Fínn sóknarleikur hjá þeim, en þeir þurfa kannski aðeins að laga varnarleikinn. Hans Bjarnason tók þessi viðtöl í Kópavoginum, en þess ber að geta að Leifur Garðarsson, þjálfari Fylkis, hann lokaði að sér og sást ekki eftir leikinn, en ég veit að Leifur er fínn skólastjóri og góður þjálfari, þannig að hann hressist væntanlega á morgun og næstu daga. En því næst ætlum við að breiða okkur í Krikann, þar sem að FH og Víkingur áttust við. Og reyndar var leikurinn í Víkinni, en FH í fyrsta sæti með 19 stig fyrir þennan leik, unnið alla sína leiki, en nema gert 1 jafntefli gegn Breiðabliki. Víkingur í 5. sæti með 10 stig, en Víkingar hafa verið að gera fína hluti undir stjórn Magnúsar Gylfasonar og Víkingar sannarlega komið á óvart. FH-ingar í sama gír og þeir hafa verið undangengin ár. Hér sjáum við Daða Lárusson, markur þeirra. Ég veist sér góðan tíma þarna, en ekkert úr þessu, og þá sækja Víkingar. Og þetta er glæsilegur sprettur hér og við skulum sjá hvað Víkingarnir gera. Gott skot, en það er framhjá, það er Daði Rúnarsson sem á þetta skot, ágætlega gert hjá honum. Og áfram sóttu Víkingar, þeir voru snarpir. Hér er það Arnar Jón Sigurgeirsson og þetta er Sigurvin Ólafsson. Hér nælar hann sér í gult spjald. Sigurvin verður að leika vel fyrir FH-inga á þessari leiktíð og virkar í fanta formi. En Víkingar voru grimmir og hér er það Jökull Elisabethason og býðið við. Hér er það Sigurvin, hann er að fá sitt annað gula spjald og verði það niðurstaðan þá er hann rekinn af leikvelli. Sjáum þetta aftur hérna. Þetta er mikill árekstur þarna og Valur Adolf Úlfarsson á þarna í höggi við Sigurvin og Sigurvin fær hér gult spjald að launum og þetta þýðir einfaldlega rautt spjald og mikil reikistefna í Víkinni og dómarinn gefur sig góðan tíma þarna. Erlendur Eiríksson, Erlendur málari, stundum kallaður, rauðarspjald á loft og FH-ingar einum færri. Þetta er náttúrulega dýrt spaug, en FH-ingar hafa reyndar haft höfuð og herðar í þessari deild og verða að leika vel. En þeir létu það ekki á sig fá. Og hér er það Atli Viðar Björnsson, boltinn inn á teig og ágætu skalli. Þetta er hinn magnaði Tryggvi Guðmundsson, en Ingvar Þór Kale í marki Víkinga ver þetta ágætlega. En Víkingar áttu líka sínar sóknir og hér ágætt skota marki sem Daði ver. Þetta er Davíð Þór Rúnarsson. Vel gert hjá Daða Lárussyni og reyndar báðum. Já, Víkingarnir voru ekkert að hafa neina minnumáttarkennd gagnvart FH-ingum. Viktor Bjarki með sendinguna á Davíð og hann í sannkölluðu dauðafæri, en boltinn lekur fram hjá markinu. Og áfram með sóknirnar. Víkingar voru grimmir, glæsileg hælspyrna þarna hjá Viktori Bjarka og enn og aftur er það Davíð. Þetta er sterkur strákur, en hann setur boltan fram hjá. Við sáum að Arnar Jón Sigurgeirsson kom hérna með í hlaupið, en allt kom fyrir ekki. Og staðinn í Víkinni í leikhléi 0-0, en Víkingar þurftu nú að nýta sér liðsmuninn, einfaldlega vegna þess, eins og við sáum áðan, þá voru FH-ingar einum færri. Og Víkingar byrjuðu síðara hálfleikinn af miklum krafti og þeir léku af eljusemi eins og þeirra er von á vísa. Og hér dauða færi, en boltinn yfir markið. Þetta er Davíð enn og aftur, bráð skemmtilegu strákur, sterkur. Og síðan sending hér á Arnar Jón Sigurgeirsson
og boltinn hér inn á teig og þetta skalli og þetta fínt færi en Daði Lárusson grípur þennan af miklu öryggi. Daði feikilega öflugur og öruggur markvörður. Já, F-fangarnir voru í vandræðum einum færið, þarna að Daniel Hjaltarsson leggur boltan inn á teig, vill fá hann aftur, það gerir hann og þarna á Daniel náttúrulega að skora en Daði Lárusson með magnaða markvörslu í FA-markinu. Og þá það Freyr Bjarnason með aukaspyrnu, boltinn inn á teig, skalli áfram og hér Davíð Þór Viðarsson í baráttunni en þessi sókn rennur út í sandinn. Reynda var dæmt hér hornspyrna en niðurstaðan í þessum leik í Víkinni var Víkingur 0, FH 0 og þá má kannski segja að leikmenn hafi verið klaufar að ná ekki að skora en leikurinn hins vegar ágætt skemmtun. Eitt steg en þið, já, einu færri nánast allan leikinn, ekki bara nokkuð sáttir? Jú, þetta var gott að fá eitt stig, eins og við segjum vorum einu færri nánast allan leikinn og mér fannst að strákarnir sína mikinn karakter og þeir voru að djöflast og berjast og það skilaði okkur stig í dag og við erum auðvitað ánægðir með það. Þið náðu að halda Víkingum niðri svona mest allan leikinn, sérstaklega í seinni hálfleiknum? Já, mér fannst sko í lok fyrri hálfleiks þá lentum við í svolítið basli sérstaklega með Davíð þarna frammi en svona í seinni hálfleika þá náðum við að laga en auðvitað lá á okkur og Víkingar áttu náttúrulega færi en svona ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið sanngjarnt en við erum bara ánægðir með 1 stig. Við vildum bara 3 stig allan leikinn, það kemur ekkert annað til greina. Við alltaf farið hvern leik til þess að vinna hann. En þarna, já svona þið ógnuðu svolítið undir lok fyrri hálfleiks en það gekk, já, lítið ógna í þeim seinni? Já, það gerist náttúrulega stundum þegar menn miss út á það þéttast liðin en hvað sem því líður þá áttum við bara að vinna innan leik. Mér fannst við vera betra allan leikinn og hefum bara átt að vinna. Þeir voru þéttir en veistu það, við erum bara betra lið. Nákvæmlega, en þið fenguð þarna dýrmætt stig allavega? Jú, öll stig eru dýrmætt en ég er ekki sátt við þetta. Ég vilja taka 3 stig, kemur ekkert annað til greina. Já, þetta var vinur okkar Elvar á Fréttablaðinu sem tók þessi viðtöl þarna í Víkinni, bráðsnjáll strákur þar á ferð. En það var mikill fallslagur í Vestmannaeyjum þegar að fornir fjendur IBVF og IA áttust við í kvöld og þetta var reyndar hörkuleikur. Bæði lið þurftu á sigur að halda. IBVF í 9. sæti fyrir leikið með 7 stig, IA í neðsta sæti með 6 stig í næsta sæti með 6 stig, vildi ég nú sagt hafa og það voru Skagamenn sem að byrjuðu betur í þessum leik og þeir voru atgangsharðir fyrir mark Eyjamanna en hér það boltinn framhjá en Eyjamenn áttu líka sínar sóknir. Hér það Atli, boltinn inn á teig og hér fínt færi og hér kemur fyrsta markið. Það Ulrik Drost sem skorar 1-0 á 32. mínútu. Vel gert hjá Eyjamönnum, ég syns það Atli sem á þessa sendingu og Ulrik Drost skorar og þarna opnaðist Skagavörnin illa en varnarleikur Skagamanna þessar leikið hefur verið til mikilla vandræða. En Skagamenn eru miklir baráttumenn og reyndu alltaf að gáta að jafna leikinn og hér það Hrafn Davíðsson í marki Eyjamanna. Hrafn verið að leika feikilega vel, tók við að Birki Kristinsinni og hér það Atli, hann gerir þetta vel, Atli Jóhannsson og hér skorar hann þetta fallegt mark, þetta mark á 42. mínútu, glæsileg spyrna hjá Atla Jóhannssoni og Eyjamenn komnir í 2-0. Sjáðu hvað hann gerir þetta vel, strákurinn. Smell hittir boltan og Bjarki Freyr Guðmundsson á ekki möguleika á að verja þetta og staðan orðin 2 mörk gegn engu og þá það Bjarni Guðjónsson með aukaspyrnu. Bjarni kominn heim úr atvinnumennsku og Skagamenn minnka muninn. Árni Þór Guðmundsson gerir það en lengra komust þeir ekki í þessum leik og Eyjamenn unnu glæsilega sigur á Skagamönnum í Eyjum, lokatölur 2-1. Segðu mig, hvernig var þessi leikur svona á heildina litið? Mér fannst við með taka á þeim nánast allan leikinn fyrir en ég setti þetta mark í lokin en annars fannst mér bara við verið með taka á þeim allan leikinn. 2 mörk á móti einu. Hvað þýðir þetta fyrir IBVF svona í sambandi við framhaldið? Þetta þýðir það bara að við erum með 3 stigum meira heldur en vonum með fyrir leikinn og bara gott að vera komið með 10 stig og við erum komin aftur inn í kannski svona nærinn hinum liðunum. Komnir úr fallhættu?
Já, ég veit það nú ekki. Maður þarf nú 18 stig eða 20 stig til að halda sér frá falli, þannig að ég efast það. Við þurfum að vinna ykkur leik eftir þetta. En þið munið þá að berjast? Já, en við gerum það. En þetta er líka gott að skilja Skagamennin eftir bara á botninum. Það var mjög sætt. Þetta vonbrigði, eða ekki, fyrir IA? Jú, það er alveg ljóst. Mikið vonbrigði. Hvað þýðir þetta fyrir IA, þessi útkoma? Þetta þýðir svo sem ekkert sérstakt, en það er 3 stigum færra sem getur náð í. En svona varðandi loka útkomu? Já, það er bara í september sem það kemur út, við erum ekkert að hafa ágjör af því ennþá. Þið eru ekkert bangnir? Nei, þið er ekkert að vera bangin, að vísu var þetta svona 70 mínútur í dag, mjög lélegar hjá okkur. Það verður bara að viðurkennast, en mér fannst við samt vera betra fótboltaliðið á vellinum í dag. Eyjamenn að vísu fá 2 færi sem þeir klára og það var það sem skildi liðina í dag. 2-1. Það er náttúrulega, þá reiknaði kannski með því að þetta geta alveg verið öfugt. Já, við áttum á fyrstu 20 mínútunum, vorum við að valta yfir það og í rauninni synd að við skildum ekki ná að nýta okkur það og setja mark og klára þetta, en það gekk ekki upp og við verðum bara að halda að vinna í okkar málum. Sem sagt, baráttunni er ekki lokið? Nei, hún klárast ekki fyrir lok september, það er bara júní ennþá og við verðum bara að vera þolinmóðir. Já, þetta var hinn ódrepandi Gísli Óskarsson í Vestmannaeyjum, alltaf á boltavaktinu og fyrst það er heimsmeistarakeppni að þá er nú rétt að geta þess að þegar Pele kom til Íslands á sínum tíma þá var hringt í Gísla og hann beðið hann að taka viðtal við Pele. Hann var á leiðinni flugi til Vestmannaeyja og Gísli sagði ekkert mál, ég skal taka viðtal við kappan, en 5 mínútum síðar hringdi Gísli og sagði, fyrirgefið, getið þið sagt mér hvernig Pele lítur út? Hann vissi sem þetta ekki hvort hann væri dökkur og brún og brá, en Gísli skemmtilegur að vanda. En umferðin hófst í gær og þá voru það Valur og Keflavík sem áttust við á Laugardalsvelli. Benedikt Bóas veit meira um þetta. Fyrri hálfleikur í leiknum í gær var ótrúlega bragðdaufur. Lítið sem ekkert gerðist og það þýðir ekkert að dvelja við, hann fara bara beint í síðara hálfleikinn. Fyrirliðinn Guðmundur Steinarsson er hér með ágætis aukaspyrnu sem fer þó yfir mark Valsmanna. Bestu tilþrif leiksins átti Hólmar Örn Rúnarsson þegar að seinni hálfleikur var nýhafinn, geystist fram hjá hverjum Valsmanninum á fætur öðrum, kominn í ágætisfæri en Atli Sveinn Þórarinsson ver skot Hólmars. Á meðan sprettnum hans Hólmars stóð yfir lá Birkir Már Sævarsson í vítateig Keflvíkinga og Kristinn Hafliðason átti nú eitthvað vantalað við Hólmar og las honum pistilinn. Engir afturmálar urðu þó af þessu. Síðasta færið leiksins kom á 94. mínútu. Stefán Örn Arnarsson var sloppinn í gegn en fyrsta snertingin sveikan og úrslitin í Laugardalnum í skelfilega leiðilegum leik. Valur 0, Keflavík 0. Þetta var skelfilegur leikur. Já, ég get verið sammála með það. Þetta var nú ekki svo skemmtilegt leik sem hefði tekið þátt í og ég get ekki ímyndið með að vera gaman að horfa á þetta. Eina jákvæð kannski var veðrið. Þannig að þetta var svona, já, hundleiðilegur leikur. Við tækja liðið sem gáðu ekki færi á sér. Bara hann komist einhvern veginn ekki í gegnum þá? Já, þeir komist ekki í gegnum okkur heldur. Þetta var svona stál í stál og bara, eins og ég segi, bara svona barnísleikur sem ekkert kom út úr. En voruð þið með sólsting hérna leikmennir eða? Það er eitthvað, sko. Við virkuðum alltaf rosalega þungi, ég veit ekki hvað það er, hvort það sé sólinn eða eitthvað annað. En við verðum að gera eitthvað betur í næstu leik, það er nokkuð ljóst. Það er kannski ánægilegt og gott fyrir ykkur að hafa ekki tapað þessum leik. Já, líka jákvæmt að halda loksins hreinu. Það er náttúrulega maður að byrja fótboltaleikinn en að halda markinu hreinu og vona að pota svo einu inn í lokinn, en það gekk ekki. Því miður. Nei, alveg ótrúlegt að við hefum ekki náð að spila betur bolta hérna í kvöld, sko. Aðstæðurnar góðar og völlurinn fínn og það er bara ótrúlegt. Það er kannski ánægilegt fyrir ykkur að hafa haldið hreinu. Já, það er alltaf gott að halda hreinu en berga á línu þarna og svo höfum við getað kannski klárað þarna í lokin, steppið einn í gegn en tókum hérna ykkur fullt af skotum, ykkur 18 skot. Ekki það mjög léleg skot. Þú með tölfræðan á hreinu? Já, hann var að segja mér að hann en það er spurning hvort við tökum bara skotæfingu fyrir næsta leik. Og voruð það að verja stíð eða ætlum við að sækja stíðin 3? Við ætlum að sækja stíðin 3, við erum búin að tapa fyrir þennan leik, við vorum að tapa 3 í röð og ætlum að ríða okkur upp. En fengum breytt stíð. Já, við erum að bíða eftir myndum úr Grindavík. Þar var hörkuleikur í kvöld, mikill markaleikur. En við skulum aðeins bara renna yfir úrslitin hérna í rólegheitum. Valur Keflavík gær nú 0, Breiðablik vinnur Fylki 3-2, góður sigur hjá Blikum.
Grindavík vinnur KR 5-0, við erum að setja þennan leik í loftið. IBVF vinnur góðan sigur á IA 2-1. Þetta er gott hjá Eyjamönnum og þetta er mjög athyglisvert. Og síðan gerðu Víkingar og FH-ingar markalaust jafntefli í Víkinni og fín frammistaða Víkinga, en hafa ber í huga Sigurvin Ólafsson, hann var rekinn af velli á 22. eða 3. mínútu, ef ég maður þetta rétt, og Víkingar því einu fleiri, en þeir náðu ekki að nýta sér liðsmunin í leiknum. Og síðan ætlum við að renna okkur til Grindavíkur, en það sem KR-ingar voru í heimsókn, en Grindvíkingar hafði aðeins einu sinni unnið KR-inga á heimavelli sínum. Það var árið 1995, 1-0, en þá var það Milan Stefán Jankovic sem skoraði. Og þá rennum við okkur í Grindavík. KR-ingar voru í 3. sæti með 12 stig, en Grindavík í 7. sæti með 10 fyrir þennan leik. Og hér er það Ahandur sem er kominn í gegn einna auðan sjó og hann skorar á 25. mínútu. Mómir Ahandur að skora fyrsta mark Grindvíkinga gegn KR-ingum. Þetta er glæsilega gert og þeir fagna þessu á hliðarlínunni. Sinnis Kikic hættur í Grindavík og þeir svöruðu því með snildarleik gegn KR-ingum sem virkuðu hálf meðvitundalitlir suður með sjó. En Grindavík 1, KR 0. Og áfram hélt veislan hjá Grindvíkingum. Glæsileg spilamennska og hér er það Paul McShane sem skorar þetta 5 mínútur síðar eða 30. mínútu og heimamenn komnir í 2-0. Glæsilega gert hjá Grindvíkingum. Þurfum að sjá þetta mark aftur. Frábær hælspyrna þarna hjá Mómir Ahandur og Paul McShane, hann lætur sér ekki svona færi úr greipum ganga. Magnús Þórisson var dómari í Grindavík og hafði fín tök á þessum leik. Og áfram sóttu þeir, hér erum við í síðara hálfleik. Glæsileg spilamennska, þeir spila KR-inga sundur og saman og takið eftir, þetta er Óskar Örn Hauksson sá magnaði piltur á 52. mínútu og Grindjánar komnir í 3-0. Frábær frammistaða, KR-ingar eins og litlir skólastrákar í höndum Grindvíkinga. Við sjáum að Kristján Finnbogason sá ágæti markvörður á ekki möguleika á að verja þetta. Já, ótrúlegar tölur í Grindavík. Þetta var 12. leikur liðan í eftir deild. KR hefur unnið 7, en 4 sinnum hafa liðin gert jafntefli. Og síðan koma þær hér á hvínandi siglingu. Þetta er á 59. mínútu og þetta er Jóhann Þórhallsson. Hér er hann að skora og staðan orðin 4-0. Vel gert hjá Jóhanni Þórhallssoni. Hún að vera í miklu stuði í liði Grindavíkur, Jóhann Þórhallsson. Þess má geta að þegar að Grindavík vann KR 95 að þá var Kristján Finnbogason líka í markinu og Jóhann Þórhallsson var eins og leikmaður KR-inga, kom þaðan frá Þór Akureyri. Og áfram sóttu heimamenn í Grindavík. Hér er það Kristján út úr markinu og sjáuðu þetta. Þetta er Jóhann Þórhallsson í essinu sínu. Hér skorar hann 5. markið á 61. mínútu og Grindvíkingar að busta KR-inga með 5 mörkum gegn engu. Þetta eru svakalegar tölur. Þetta er glæsilegt. Sjáu þið hér Jóhann Þórhallsson, magnaður strákur þar á ferð. Þeir eru pottrólegir þarna, Grindvíkingarnir og Siggi Jóns ánægði með sína stráka. Hann má vera það, lent í útistöðum við Ketilsvíki. Hann er þeir í horn að taka og kallar ekki allt ömmu sína, frábært knattspyrnumaður á sínum tíma og er greinilega að gera ágæta hluti í Grindavík og þarna er hann með smá ræðu. Þetta eru ræðuhöld suður með sjó hjá Sigurði Jónssoni, þjálfara Grindvíkinga. En það voru Grindvíkingar sem lönduðu 3 dýrmætum stigum. Þeir unnu samfærandi sigur á KR-ingum í dag í Grindavík eða í kvöld 5-0. Já, frábær leikur frá A til Ö. Við vorum alveg staðrunni að búin að gera jafntefli í síðustu leikjum. Alveg búin að fá nóg af því bulli og staðrunni að taka 3 stig í kvöld. Frábær leikur hjá strákunum. Hvað kveiktist þennan rosalega leikur? Já, við erum búin að vinna mjög vel í vikunni og ég vissi að það myndi skila sér í góðum leik. Og við vorum hungraðir í að ná 3 stig og þetta var alveg bara tæri snild. Svona einhvers konar kveðjugjöf til síðasta Kekic? Já, það var náttúrulega satt svolítið í okkur fyrir síðasta leikum. Við vorum búin að ná því úr okkur. Maður sá það alveg í æfingunum hjá okkur núna í síðustu daga. Við vorum búin að jafna okkur á því
og það sýndi sig virkilega í kvöld. Svo er að kortleggja þetta KR-lið alveg svolítið bak og fyrir. Já, við vissum það náttúrulega, þeir náttúrulega missir fyrir þá að missa Gulla og það ákveðin hraði sem við höfum, sem við ætluðum að nýta okkur og gerðum það. Kristján, hvað var í gangi hjá okkur í kvöld? Ég veit ekki, ég hef engar útskýringar á þessu og ég bara veit ekki, ég hef bara engin svör eftir þetta. Mættum byrja ágætlega og voru svona alveg við að komast í færi og þeir skoru sínu færum í fyrri hálfleik. Eina sem maður þurfti að gera var að hafa gætur á Jóa og honum hann að Frakka frammi, báðum mjög fljótir. Vorum 4 í vörnin til þess að gera það en það gekk ekki. Og Söknuðu Gulljóns Jónsson sárt í vörninni? Já, þetta Gulli Jóns stór biti í vörninni en þetta kannski mikið. Þetta niðurlæging ekki að tappa 5-0. Þetta ekkert annað. Tókum síðan sénsa í seinni hálfleik og fækkuðum með vörninni og það var náttúrulega ennþá meiri veisla bara fyrir það frammi. Þessar fljótu sendir og því fór sem fór. Ekki svona allt í lagi innan liðsins, mórallinn og annað, þetta eitthvað að molna innan frá eða hvað að gerast? Ég veit ekki, það verðist allavega að vanta mikið upp á sigurvilja og baráttu. Það verðist koma svona einstaklega sinnum en það vantar eitthvað, það alveg greinilegt. Já, það vantar eitthvað, sagði Kristján Finnbogason, sá magnaði piltur og sterki markvörður. En svona gekk þetta fyrir sig. Við skulum aðeins kíkja á stöðuna í Landsbankadeild karla að loknum 8 umferðum. Við sjáum að FH-ingar eru með trygga stöðu á toppnum með 20 stig þráttur í markalaust jafntefli. Annað jafntefli þeirra í deildinni starfandi í kvöld. Grindavík í öðru sæti, frábært hjá Grindvíkingum með 13 stig, Fylkir í 3. með 12, KR í 4. með 12, Víkingur í 5. með 11, Valur í 7. með 11, Breiðablik í 7. með 10, IBVF í 8. með 10, góður sigur Eyjamenn í kvöld, til hamingju Eyjamenn. Við sjáum að Keflvíkingar eru komnir í næstnæsta sætið, það 9. með 8 stig og Skagamenn á botninu með 6, en ég er nú samfærður það að þessi lið eiga eftir að rífa sig upp á raskatinu á næstu vikum og fá fleiri stig. En við skulum sjá hérna hjá okkur næstu leiki. Miðvikudaginn 28. júní IA Víkingur klukkan 19:15, FH Grindavík og Fylkir IBVF takið eftir. Þessi leikur í beinni útsending á Sýn. Og 29. júní eru 2 leikir á dagskrá, Keflavík Breiðablik 19:15 og KR Valur klukkan 20. Einnig beint á Sýn, það skal tekið fram að þessa daga er frí í heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu og ég skora á alla að fara á völlinn í Landsbankadeildina og hvetja leikmennliðana til dáða, ekki veitir af. En förum að láta þessu lokið hér hjá okkur í kvöld, minnum á morgunsjónvarpið á NFS á morgun og síðan frétti þar allan daginn og auðvitað heimsmeistarakeppnin í fótbolta hér á Sýn. Það verða hörkuleikir að dagskrá hjá okkur á morgun, rétt eins og í dag, en Landsbankamörkunum er lokið í kvöld. Ég þakka fyrir mig og þeim sem komi mér til hjálpar. Verðið sæl.